Ég tekka bara að þetta er nógu viski. Já, ég líka Rauða húsið. Sælla minninga frá því fyrir ári síðan þegar farið var hér yfir sögu þessa hús. Skemmtileg kvöldstund og vonandi verður hún jafn skemmtileg og ekki skemmtilegur í kvöld þegar að tónlistin er annars vegar og alveg í hreinu aðalhlutverki og allt í dúr og moll, þá trúi ég því og treysti að þetta verði skemmtileg. En þetta er fjórði viðburðurinn í menningarmánuðinum október sem haldið er núna 5. árið í röð og ég trúi því og treysti að íbúarnir hér eftir sem hingað til takið þátt í þessari dagskrá okkar. Það var sagt að það væri ekkert hægt að halda svona menningarviðburði því að það væri engin menningarhús og við auðvitað neituðum að taka undir slíkt því að öll þessi hús sem við höfum hér, hvort sem það eru veitingahúsir, söguleg gömul hús eða ný, öll hafa þau sína menningu, lítil og stór og við getum komið menningunni fyrir í hvaða afkima sem er vegna þess að menningin hún býr í hjartanu og hún býr í því sem fólki býr til. Og við erum bara svo stálheppin að eiga hér á Eyrarbakka gott fólk til þess að fá til liðs við okkur í því sem við erum að gera og enn á ný hefur Magnús Karel stokkið af stað. Við vorum búin að spá í því fyrir 2 árum síðan að fara hér yfir sögu frystihússins og gefa því góð skil. Það býður betri tíma, við tókum dúr og moll í ár og Magnús Karel er betri en enginn í þessum efnum og ég vil bara fá að færa honum sérstakann þakklætisvott frá menningarnefndinni og íbúi sveitarfélagsins fyrir það að leggja það á sig og einnig Örvík Ben og hann er auðvitað hinn aðalleikarinn í hlutverkum kvöldsins og fær svo auðvitað til liðs við sig valinn kunna Eyrbyggingga til þess að gera þetta kvöld sem glæsilegast og þeir eru að kynna það frekar. Nú, ég hef hérna 2 liti á blómurum, það er annars vegar blátt og hins vegar rautt og þar sem að Magnús Karel var í framboði fyrir íhaldi 1974 í hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps og ég hef það fyrir satt, pappan sagði mér það fyrir kryptan að hann væri rótkróið gott Kína íhald og ég er það nefnilega líka. Ég var í Kína á dögunum og ég komst inn í landið loksins og fékk stimpil í bókina hjá mér bara út af það eitt að pabbi minn var út Þjóðviljan á Selfossi og þannig að við hefum þetta sameiginlegt að vera svona Kína íhald við Magnús Karel. Við ætlum að fá að færa honum þennan bláa blómvöld með þakklætisvotti fyrir framlagið og máistar. Ég er nú talið réttar að við kláraðum kvöldið, þannig að ljóst hvernig þetta gengi hjá manni. En já, maður veit ekki hvort það er búið 2 eða 1 eða 12 og kannski ég þarf að fara á fund í fyrramálið, þá veit ég hvernig endingi verður á kallinum. Haraldur Benediktsson, gjörðu svo vel. Magnús vildi enda á blómvöldunum við bara byrjuðum á því. Er þetta leið svona? Eina mynd. Er ekki myndalið? Gefið þið gott klapp og góð skemmtun. Já, gott kvöld og verið velkomin á þetta menningarkvöld hér á Eyrarbakka. Við ætlum eins og Kjartan segir að hlaupa hér aðeins á tónlistarlífinu hér á Eyrarbakka fyrr og síðar og segja svona svolítið frá tónlistarmönnum sem að hér hafa verið og starfað og gerum þetta svona með tali og tónum. Á
En við ætlum að byrja á því að fá ykkur í lið með okkur. Að byrja ykkur ágætu gestir að syngja hérna nú í fjöldasöng lagið Þið var oft í Kotikátt. Er vel á því. Hörlegur. Lag eftir Stokkseyri, en það nefnilega vel við hæfi að við gerum það. Því að það nú þannig að þessi tvö torg hér á suðurströndinni að þau hafa nú löngum deilt saman ýmsu og þar á meðal tónlistinni. Og það segir í einn ágætri bók að Eyrarbakki og Stokkseyri séu vagga tónlistarinn á Íslandi og það ekki lítið sagt. Og ef að við lítum yfir söguna að þá kemur nú ýmislegt í ljós. Á Stokkseyri voru mjög margir tónlistarmenn, náttúrutalent. Það voru synir Páls í Seli sem að voru þar aðalmennirnir í tónlistinni. Þetta voru bara sjónmenntaðir menn og þeir segja frá því í frásögnum að þeir hafi nú fyrst og fremst stundað tónlist á gömlum harmoníum, sem sagt svona stofuorgelum. En þegar þeir komu út á Eyrarbakka, að þá sáu þeir svo fín hljóðfæri. Það voru hljóðfærin í kaupmannshúsinu, hjá kaupmanninum eða partornum í húsinu á Eyrarbakka. Og hingað komu þessir ágætu menn til þess að nema og læra á þessi hljóðfæri. Og þannig spilar þetta nú allt saman. Lagið sem við sungum var eftir Friðrik Bjarnason, sem var sonur Bjarna Pálssonar. Hann var einn þeirra 4 bræðra sem allir urðu á Stokkseyri, frá Seli, sem allir urðu organistar. Það var sem sagt Bjarni sjálfur, Gísli, Jón og Ísólfur. Og það sagt að þeir hafi allir orðið tónlistarlífi landsmanna til mikil lyftistöng. Og ef að við kíkjum aðeins hér út á Eyrarbakka og sjáum skipin hér á legunni, kaupskipin, þá sjáum við tengingarnar sem að þessi torg höfðu við umheiminn, við, ég segi bara veröldina, út í Evrópu. Hingað komu með þessum skipum listamenn sem að fluttu með sér mikla menningu og komu hér við í húsinu og úr húsinu þá dreifðist þessi menning út allt Suðurland og víðar landi. Bændurnir
komið hér til þess að versla og það var oft á tíðum fólk sem hafði tónlistargáfu og heyrði hér söng og hljóðfæraslátt og flutti með sér út fyrirgefið nú. Hvað gerir ég? Fyrirgefið þetta fór að smávegis svona. Og flutti þessa menningu hér með sér út sveitirnar. Húsið með stórum staf, það var miðpunkturinn í þessu öllu saman. Eyrarbakki, hann fer að vaxa upp sem, hvað maður að segja, þéttbýlisstaður, þorp, svona 1850. Hér hafði reyndar verið náttúrulega stundu verslun, alveg frá miðöldum og jafnvel lengra aftur. Og náttúrulega á einokunartímanum, að þá Eyrarbakki verslunar staðurinn fyrir allt Suðurland frá Lómagnúp í austri og vestur í Selvog. En 1850 fer sem sagt að myndast hér þetta eiginlega þorp og við sjáum hér mynd sem er tekin hér vestur á Búðarstíg og austri við þorpið og þetta er væntanlega tekið á sunnudegi, þessi mynd. Við sjáum að þetta er fólk á gangi, spariklætt og ég þori nú að segja það að þetta er bara eins og í heimsborgunum. Fólk gengur og kallar til taka á hann hattana og ekki nóg með það, ef við rýnum aðeins betur í þessa mynd, þá sjáum við að það eru hornaflokkur að spila út á miðri götu, rétt vestan við götuhús. Sjáum við hvað þetta hefur verið stórkostlegt. Á sunnudögum þá voru hornaflokkur að spila hér á götunni. Þetta þyrftum við nú örlegur að endurvekja. Það er hægt að spila hér á bílaplaninu fyrir vestan stað. En nú langar mig til þess að fara með ykkur og við örlugur og það ágæta fólk sem ætlar hér að aðstóða okkur, Karen Dröfn Halldórsdóttir og hann Jóhannes Bjarnason og hann Gísli Ragnar Kristjánsson. Við ætlum að fara með ykkur í smá gönguferðum þorpi, líta hér aðeins á hús og sjá svona hverjir hafa nú búið í þessum húsum og hlusta aðeins á tónlist sem gæti verið sprottin úr þessum húsum. Og það Nellingur Bjarnason sem ætlar að stýra hér öllu hljóði og að þetta fari nú svona allt saman tæknilega, þokkalega fram. Við ætlum sem sagt að fara í smá göngutúr og við ætlum að berja hérna vestur á Búðarstíg. Við komum að húsinu Hofi sem upphaflega var nú reist árið 1888 og það sé nú búið að byggja bæði ofan á það og utan við það og aftan úr því og til hliðar. Og þá rekust við þar á einn ágætan mann og það er einn bróðirinn frá Seli á Stokkseyri, Jón Pálsson, sem er búinn að vera á Stokkseyri tónlistarmaður og hvað var að segja, hann var þar organisti, hann var þar kórstjóri, en hann flytur hingað út á Eyrarbakka árið 1889 og gerir starfsmaður hjá Lefólíverslun. Og þegar að kirkjan vígð hér árið 1890, að þá gerist Jón Pálsson organisti hér við kirkjuna. Hann stjórnaði hér kórum og bjó hér á Eyrarbakka fram til 1903 og verður þá bankafé hér í Reykjavík og þá þegar hann er kominn til Reykjavíkur þá tekur hann upp skriftir. Hann hafði skrifað hér dagbækur og ýmsa minnispunkta og hann skrifar þessar ágætu bækur austantólur sem voru gefnar út og eru alveg gríðarlegur fróðleikur lífið hér á Eyrarbakka og Stokkseyri. Leið og Jón kemur hingað út á Eyrarbakka að þá stofnar hann kór, söngfélagið Báruna og þetta er sagður fyrsti blandaði kór á Íslandi sem starfaði margra ára skeið. Var sem sagt kór sem starfaði ár eftir ár eftir ár. Og það
aðeins að benda ykkur á að einn félaginn í kórnum, sá sem að situr í neðstu röðinni til vinstri, þetta Sigfús Einarsson tónskáld sem ungur maður. Hann söng í þessum kór, hann söng reyndar allt. Því að hann var ekki orðinn nógu gamall til að syngja bassa eða tenor. Og Jón sjálfur, stjórnandinn, hann fer þarna fyrir miðri mynd með hattkúf á höfði og síðan eru hér ýmsir aðrir góðborgarar á bakkanum. Jón sagður hafa bjargað frá blötu í ágæta lagi sem nú notað við Passíusálmasönginn, Víst ertu Jesús kóngur klár. Og það sagt að það sé fyrir Jón að þetta lag hafi varðist. Skulum heyra þetta lag. Hér aðeins austur götuna og komum þá að húsi við Búðastíg sem stendur þar svona vestast, getur maður sagt, við gamla Búðastíginn þar sem að lá frá húsinu og að vesturbúðinni. Þetta hús hefur tekið breytingum. Það var með sama þaklægi og húsi næstur austan með þessu bogadregna þaklægi sem var Samúel Jónsson, húsasmiður sem bjó hér á Eyrarbakka frá 1809 til 1910. Hvað bara að segja, hannaði, sem að noti það reiðilega íslenska orð, nútíma orð. Í þessu húsi ólst upp ágætur tónlistarmaður Haukur Guðlaugsson, fæddur 1931. Og við sjáum hér hann á mynd með föður sínum, Guðlaugi Pálssyni kaupmanni. Haukur var einn af þessum ágætu einbeitingum sem hafði fengið tónlistargáfuna í vöggugjöf og
Það segir nú sagan að Guðlaugur kaupmaður hafi spurt Hauk svona hvað hann hugsaði sér nú í framtíðinni, að vildi nú helst verða. Og Haukur sagði, já, mér langar nú helst að verða myndlistarmaður. En það leist nú Guðlaugi ekkert á. Að því gæti hann nú aldrei lifað. Þannig að hann skyldi nú aðeins hugsa það betur. En á þetta samtal hafði hlustað móðurbróðir Hauks, Kristinn Jónasson í Garðhúsum, og hann hnippti í Hauk daginn eftir og sagði, viltu ekki bara koma hérna yfir til mín og læra á píanóið hérna hjá mér? Og það gerði Haukur. Og þetta var upphaf af langri og farsælli tónlistarævi, getum við sagt, og enn Haukur að. Hann fór svo héðan frá Eyrarbakka í tónlistarskólann í Reykjavík og hann lét það ekki duga, heldur fór í tónlistaná til Þýskalands og svo síðar til Rómarborgar og lærði þar hjá sjálfum höfuðorganistanum við Péturskirkjuna. Og síðan kom hann hingað aftur til Íslands og gerðist þá bæði organisti og kórstjóri fyrst á Siglufirði og svo síðar á Akranesi. Og hann var svo söngvarastjóri í Þjóðkirkjuna 1974 og til 2001 þegar hann komst á aldur og þá var að segja að þá flutti hann frá eða þau frá Akranesi. Nú, orgelið var sem sagt og hefur verið hljóðfæri Hauks alla tíð og það er því við hæfi að birta þessa ágætu mynd af Hauki við orgelið í Eyrarbakkakirkju. Orgel sem að tengist okkur líka því að orgelsmiðurinn, hann býr nú bara hér í næsta þorpi á Stokkseyri, hann Björgvin Tómasson, og þarna sjáum við enn og aftur hvernig þessi þorp eru svona alltaf að þvælast saman í tónlistinni. Nú, það er náttúrulega verið allra skemmtilegast að hafa hann Hauk hér bara með orgel, helst úr stórri kirkju úr Evrópu. En Haukur, hann hefur á seinni árum lagt það svolítið fyrir sig að fara með honum Gunnari Kvaran, sellóleikara, og þeir hafa leikið saman mjög víða og þeirra vinátta mjög góð og ég fann hérna á netinu myndband þar sem að þeir spila saman Menuett eftir Boccherini sem að Gunnar spilar á sellóið og Haukur Guðlaugsson á rafmagnspíanó. Þetta er í verslun í Reykjavík sem að hefur fengið á svona til þess að ýta undir söluna. Haukur hefur verið fengið til þess að taka píanóið út. Píanóið kemur alla leið frá Buenos Aires.
Og það náttúrulega verið hægt að halda hér sko heilt bara kvöld og bara tala Hauk Guðlaugsson og vera með tóndæmi allt kvöldið. En við verðum að takmarka okkur og auðvitað hefur náttúrulega þessir frábæru kórar sem hann stjórnaði á Siglufirði, Kallakór í Vísir og svo Kallakór Akranes, að það hefur verið hægt náttúrulega að taka hér tóndæmi af þeim. En ég fannst þetta svo lýsa Hauki svo vel, hvernig hann prófar þetta rafmasorgel að það væri hérna veldisvirði að sýna ykkur það. Nú, við förum aðeins austar við Búðastíginn og þá erum við nú bara komin í húsi sem við sitjum í Miklagaf sjálfan og hús sem er upphaflega reist 1919 og síðan er byggt ofan á það 1955. Og þetta hús byggði svo ágæta kona Guðmunda Níelsen sem var fædd hér á Eyrarbakka 1885 og var dóttir Peters Níelsen, faktors og Júseníu Níelsen, konur. Já, þetta nú sko, við bara erbyggingar höfum alltaf sagt bara Evgenía. En sko, svo koma svona, hvað maður að segja, meiri málamenn og vilja hafa þetta á frensku, sko, Júseníu eða eitthvað svoleiðis, sko. En Evgenía bara Eyrarbakkamál og mammunar, hún hét Evgenía. Og þau voru hér faktorsjón í húsinu. Hún lærði kornung á píanó hjá sinni miklu tónlistarfjölskyldu og það sagt að hún hafi verið orðin forfallaorganisti hér í kirkjunni 12 ára gömul. Hún stofnaði söngfélag og æfði kvennakór og kallakór á sama tíma og hún lét stundum þessa kóra syngja saman og þá var þetta heilamikill kór sem kom út úr þessu. Við sjáum hér mynd af Miklagafi eins og hann var, eða hvað maður að segja, þeirri mynd sem að Guðmunda byggði húsið í. Og hún fór til Kaupmannahafnar til þess að nema þar verslunarfræði og þar nam hún líka tónlist og hún hafði trú á því árið 1919 þegar hún kom tilbaka að Eyrarbakki yrði áfram sá höfuðstaður sem hann hefði verið langan tíma, yrði áfram aðal verslunarstaðurinn hér á Suðurlandi og keppti áfram við stóru staðina Reykjavík og Akureyri og Keflavík og Ísafjörð og Seyðisfjörð. En eftir að hún var búin að byggja húsið, að þá urðu þáttaskil á Eyrarbakka og Eyrarbakki misti stöðu sína. Og það var náttúrulega ýmislegt í þjóðfélaginu sem að var þess valdandi. Það voru að, fyrsta lagi hérna, voru náttúrulega að koma vegir og brýr og bílar. Egil Thorarinsson hafði fengið leyfi til þess að stunda eða reka verslun á Selfossi 1919 og svo ekki síst var það að höfnin í Reykjavík var tekin í notkun 1917. Skipin, kaupskipin sem voru að sigla hingað frá Danmörku, þau voru að stækka og skipstjórarnir sögðu þetta er erfið höfn við siglum frekar fyrir Reykjanes í Öruggahöfn í Reykjavík. Þannig að Guðmunda, hún hitt ekki alveg á óskastundina. Þannig að 1922 að þá fer þessi verslun hennar á höfuðið, eins og sagt er, og hún tapaði þessu öllu saman og þetta var til þess að hún flutti í burtu, fyrst fór hún á Selfoss og síðan til Reykjavíkur. Í Reykjavík stundaði hún kennslu, tónlistarkennslu, bæði söng og píanó en hún rak líka kökugerðar bakarí. Hún auglýsti sem sagt fínar kökur fyrir veislu. En það hefur verið sagt að Guðmunda Níelsen
hafi raunverulega verið fyrst íslenska kvenna til þess að flíka þeirri viðleitni að gera lög, eða hvað maður að segja, að skrifa tónverk. Þetta fullyrðir Jón Þórarinsson, tónskáld, í grein sem hann ritaði í Morgunblaðið árið 1986. Og eitt þekktasta lag, Guðmundu, hún samti þó nokkur lög. Hún gaf líka út bækur með nótum. En eitt þekktasta lag, Guðmundu, Lækurinn, við texta Gísla Ólafssonar. Og nú ætla þau að flytja þetta fyrir okkur, Karin Dröfn og Börljum. Lækurinn eftir Guðmundur Níelsen. Fara langt, við þurfum bara að snúa okkur við og horfa yfir götuna til þess að hitta fyrir næsta tónsnillingi. Hér sjáum við götuhús sem svona sögð verið byggð árið 1970, en ef við skoðum nú gamla mynd frá Eyrarbakka, þá sjáum við götuhús eins og þau voru í kringum aldamótin 1900, við erum þarna fyrir miðri mynd, svona lágreist hús með risi og tveimur gluggum á vesturgafli og einum í risinu. Og í þessu húsi bjó tíma ágætur maður, Ingimundur Sveinsson, sem var fæddur 1873, var fæddur í Meðalandi og kemur hingað vestur á Eyrarbakka. Þetta búin að fara þá eitthvað víðar. Hann kemur hingað árið 1896, þá 23 ára gamall. Ingimundur Sveinsson, hann var bróðir Jóhannesar Sveinssonar, eða Jóhannesar Kjarvals. Svo að við nefnum hann nú í nafni sem við kannski helst þekkjum hann af. Og Jóhannes, Ingimundur,
Hann hafði nú lært ljósmyndun og það eru til verkar myndir, ljósmyndir eftir hann sem eru merktar honum. En þegar hann kemur hingað á Eyrarbakka þá lærir hann á orgel hjá Jóni Pálssyni sem hann bjó á Hofi og komist hann á Stokkseyri. Hann lagði svo síðan fyrir sig fiðluleik og var sjálfmenntaður í því og seinna meir, hann var nú heitbundinn ungri konu hér á Eyrarbakka þegar hann kom í ver vestur í Keflavík eða á Fellslóðir á Suðurnes en þessi ágæta unnusta hans að hún féll frá ung þannig að það sá missir setti töluvert mark sitt á Ingimund eftir það og hann svona, já, var svona svolítið sérstakur ef við getum orðað það svo. Hann var svo síðan meir í Reykjavík og var þá í tíu við ágæta konu sem var kölluð Toppa og þau ferðuðust á landið og skemmtu fólki með fiðluleik og í bók Gunnars M. Magnús, Ingimundur fiðla og fleira fólk að þá lýsing sem ég langar til að lesa fyrir ykkur af skemmtun í litlu samkomuhúsi út á landi. Fiðlarinn hneigði sig lítillega þegar klappað var í salnum, settist og rétti Toppu fiðluna. Hún hélt stund á fiðlunni eins og barni að örmum sér. En snögglega reis fiðlarinn á fætur, greip hljóðfærið, steig fram og sagði: Svona detta droparnir af þakinu. En þegar vetrar bylur haglið á rúðunum. Og áheyrendum fannst þá í svipinn að komið væri norðan haglél á rúðurnar en í sömu svifum var komið blíðalogn og sumarregn draug af þakskegginu niður í kristalskála. Svona krunkar vinur okkar, sagði fiðlarinn, svona tístir lóan, svona úa endurna hérna við ströndina og litlu seinna, svona brimið. Það var magnþrungið. Fiðlarinn hvíldi sig aftur stundarkorn og lygndi aftur augunum. Síðan tók hann sjóstöðuna. Það var eins og gólfið ruggað undir honum og svo komu mótorbátarnir að landi hver af öðrum með ýmsum vélum. Alfavélin með léttu pústi, Danvélin með hvellum skellum og Hænivélin með samfelldu murri. Hvort þetta voru ekki einkenni sjávarplássins. Hann sem sagt gat hent eftir öllu þessu á fiðluna. Hugsaðu hvað hann hefur verið mikill tónsnillingur. Og einu sinni sem oftar þá voru þau á ferð landið og hann var að spila í Vestmannaeyjum. Og Einar Ríki Sigurðsson segir frá þessu í ævisögu sinni sem að Þórbjörn Þórðarson skráði og hann segir einu sinni spilaði hann undir gaflinum á eilífðinni sem að Vestmannaeyingarnir hér þekkja. Hópuðust þar margir í kringum hann en eins og vant var þegar Ingimundur lék listi sínar gengu þá samskot og veitti fylgikona hans peningunum viðtöku. Þó að þarna veri allstór hópur fólks og margt aðkofumanna safnaðist ekki í þetta sinn nema 1 króna. Ingimundur hætti brátt að spila og þá spyr einhver: ætlar ekki að spila meir? Og Ingimundur svaraði: það ekki lengi spilað fyrir krónu. Og þarna sjáum við líka mynd af Ingimundi þar sem hann leikur á fiðluna fyrir aftan bak. Við sjáum hvað hann hefur verið stórkostlegu snillingur. Þorsteinn Valdimarsson, hann hefur gert ljóð ljóð Ingimund fiðlu. Og ekki færri en 2 tónskáld hafa gert lög við þetta kvæði Þorsteins sem heitir Ingimundur fiðlu. Og annað eftir Björn Fransson og hitt eftir Torfa Ólafsson. Nýra lag, hittir frá því 1960.
Og við skulum heyra núna aðeins brot úr þessu lagi Ingimund fiðlu sem að kvennakór Akureyrar syngur. Að ganga fram hjá kirkjunni öðruvísi heldur en að doka þar aðeins við og það var nú merkilegt með þessa kirkju. Hún byrjuð að byggja hana 1889 og lokið við hana árið 1890 og þegar hún vígð 14. desember það ár og þá kemur sjálfur biskupinn herra Hallgrímur Sveinsson hingað austur á Eyrarbakka til þess að vígja kirkjuna og það segir í samtíma heimild ein kirkja var vígð af biskupi 14. desember. Eyrarbakkakirkja reist hafði verið að samskotum tófum og gjöfum, veglegt hús og vandað öllum. Var vígsluathöfn öll með meiri dýrð en títt hefur verið hér á landi langan aldur. Þannig að tíðkaðist til dæmis ekki að biskupinn færi og vígði kirkju og segja að það var breyting við siðskiptin að þá hættu biskuparnir að vígja kirkjur hér á landi. En Eyrarbakki var svo mikill höfuðstaður að það þótti ótilhlýðilegt annað heldur en að biskupinn færi austur og vígði kirkjuna. Og með honum tóku þátt í þessari athöfn 5 prestar, vígðir prestar, og 600 manns voru við vígsluna. Og ég veit ekki hvort það satt, ég hef nú aldrei talið það í frásögnum. Þetta hefur verið sagt að það hefur verið sungin 15 sálmar með vígsluna, en kannski var búið að bæta í. Og við sjáum, þetta var glæsileg kirkja, stór kirkja af dreifbýliskirkju að vera, með efra lofti, eða sem sagt það voru svalir, beggja vegna með seti og stór og vegleg kirkja. Hérna sjáum við mynd frá því, hvað á ég að segja, einhvern tímann í kringu 1950 á kirkjunni. Þá járnblómið ennþá á henni. Og ef við lítum nú aðeins á alla organistana sem hafa verið við kirkjuna, eða alla segi ég nú, á þessum rúmlega 100 árum sem að kirkjan hefur staðið hér, að þá eru nú 3 organistar sem að hafa nú verið næstu því 100 ár samanlagt. Það Kristinn Jónasson sem var í yfir 40 ár, Rut Magnúsdóttir sem var í 30 ár, eða tæplega, og síðan hann Haukur Arnar sem núverandi organisti, búinn að vera í 20 ár. Þannig að það ekki lítið. Og þarna var náttúrulega Jón Pálsson í upphafi, stokksfjörðingurinn góði sem flutti hingað út eftir. Og það var náttúrulega alltaf kór sem söng við kirkjuna, en formlega var ekki stofnaður kirkjukór fyrir 1943. Og hérna sjáum við mynd af fyrsta kirkjukórnum sem þau hafa stillt sér upp í kór kirkjunar. Og þarna sitja nú fremstir Sigurður Birkir, söngvarastjóri þjóðkirkjunar, séra Árelíus Níelsson, sóknarprestur þá, og Kristinn Jónasson, organisti. Og hér við þessa kirkju
var svo mikil tónlistin og mikil söngurinn að meira að segja hátíðarsöngvar séra Bjarnar Þorsteinssonar á Siglufirði að það sagt að þeir hafi verið sungnir hér fyrst í Eyrarbakka-kirkju. Reyndar eru Siglfirðingar bæta alltaf við utan Siglufjörð. En við erum nokkuð viss það að þeir voru ekki byrjaðar við strax sko. Og í Dómkirkjunni að þá byrjuðu þeir ekki fyrir seinna. Á Eyrarbakka var þetta bara sungið bara sama ár og hátíðarsöngvarnir komu frá hendi Bjarnar. Þeir voru sungið lítilsháttar þau sömu jól og áramót í Dómkirkjunni en bara einratað. Og það þekkir nú ekki merkilegt í kirkjunni og Eyrarbakka. Nú auðvitað var það nú svo að í Eyrarbakka-kirkju var bara harmoníum. Fótstigið harmoníum þar til 1948 að Eyrbyggingafélagið í Reykjavík gaf kirkjunni pípuorgel og þarna sjáum við Pál Ísólfsson slásering víja þetta ágæta pípuorgel. Nú aðeins bara hérna, þetta er svona nýjasta myndi sem ég fann í mínum fórum af kirkjukór, líklegast tekið 1976. Já, ég sé það að Hafþór að benda á, hann verið sér að byrja að syngja, þetta er sem sagt tæplega 40 ár. Og þannig líka mynd af stúlknakór sem að hún Rut Magnúsdóttir æfði þarna við kórinn. En nú skulum við aðeins heyra í kirkjukórnum, í Eyrarbakka-kirkju. Þetta er 40 ára gömul upptaka frá útvarpsmessu 1975 og við heyrum aðeins fyrst í prestinum tóna og svo svarar kirkjukórinn. Komum aðeins við í húsið sko, þetta er eins og Shakespeare-leikrið, það er mjög langt fram að hléi. En nú kemur náttúrulega hápunkturinn húsið og svo tökum við hléi. Og þá komum við náttúrulega af þessu menningarfólki sem að bjó í húsinu. Við sjáum hér mynd frá því fyrir 1890 og sjáum þarna heimilisfólk og fleira fólk fyrir framan húsið. Matthías Jochumsson Matthías Jochumsson, hann segir frá því í bókum sínum að hann kom hér oft við í húsinu og það er hér sagt frá því að þeir hafi haldið austur yfir Ölfusá til Guðmundar kaupmanns Thorgrímsen á Bakkanum og nutu þeir þar gestrisni hans í 2 nætur. Matthías var heillaður af heimili Thorgrímsens, börnum, kaupmanni sjálfum sem var mikill málamaður og damnaður eins og barón eða greiður. Hugsaðu ykkur. Og Matthías, sem að nú hefur gert viðreist, segir að Eyrarbakki sé ríkmannlegasti verslunarstaður sem hann hafi séð á Íslandi. Hvergi séu fallegri jurtagarðar nema á 1 eða 2 stöðum í Reykjavík. Svona var þetta nú á Bakkanum og þetta var þetta mikla menningarheimili. Og í bók Hrafnhildar Schram Ásgrím Jónsson
myndlistamann sem var hér vikapiltur í húsinu á sínum yngri árum, að þá segir hún að húsið var víðfrægt fyrir menningaráhuga þeirra sem þar bjuggu. Þar mættu holl erlend áhrif innlendri þörf og gamla bændamenningin tók á móti nýjum áhrifum, einkum í tónlist. En mestu máli skipti hinn velviljaða afstaða til listarinnar sem kom fram hjá húsráðendum og mótaði leið tónlistarlífið í plássinu. Og Ásgrímur Jónsson, þessi mikli myndlistamaður, að hann verður náttúrulega fyrir sterkum áhrifum á þessu menningarheimili. Og til mynd eftir Ásgrím sem hann mála nú eitthvað seinna, eftir minni, að það af fólkinu í húsinu. Og við sjáum píanóið sem konan spilar á. Hún að spila músík og meðan að fólkið lesa einhver bækur eða konurnar eru kannski við saumaskap eða eitthvað. Og ef við skoðum nú ljósmynd innan á húsinu, að þá sjáum við þessa stofumynd sem Ásgrímur hefur dvalið í og píanóið. Og píanóið sem ennþá notað. Og eiginlega bara engin bilbugur á því. En ef við kíkjum nú aðeins bara á þetta fólk sem var þarna, þá var þetta mikla menningafólk, Guðmundur Thorgrímsen og Silvía Níelsdóttir, kona hans, Thorgrímsen, og þau áttu börn, Sólveigu og Jörgínu sem var svo Sveinbjörnsson, Ástu Hallgrímsson. Hún sögð fyrsta íslenska konan sem syngur einsöng opinberlega, og það var við jarðarför Jóns forseta Sigurðssonar í Dómkirkjunni í Reykjavík. Komin austan af Eyrarbakka. Síðan dóttir þeirra Evgenía Níelsen, eða Júsenía Níelsen, sem giftist Pétur Níelsen, og hann var hér faktor og verslunarstjóri á eftir tengdaföður sínum Guðmundur Thorgrímsen, og þeirra dóttir kemur aftur Guðmunda Jón Níelsen. Og við sjáum hér til vinstri Evgeníu með dætrum sínum þremur, og Guðmunda þarna yst til vinstri. Og svo sjáum við hvað þetta hefur verið menningarlegur bragur á þessu, að það bara setið á sumardögum út í garði við húsið og drukkið kaffi, eða kannski smá portvín, ég veit það ekki. Við sjáum þarna yfir á Ísaksbæi sunnan við götuna. En á þetta menningarheimili komu margir erlendir listamenn. Og þar á meðal kom árið 1867 norskur tónlistarmaður, Jóhannes Svendsen, sem var fæddur árið 1840 og dó 1911, og hann annað þekktasta tónskáld norðan og eftir sjálfum Grieg. Og hann var síðar hljómsveitarstjóri við Konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn og kemur sem sagt hingað til Íslands ásamt þýskum manni 1867, og auðvitað koma þeir við hér á Eyrarbakka. Og í dagbók sem Jóhann Svendsen skrifar, að þá segir hann frá því að þeir hafi komið hingað, og eitt því sem eftir var að deginum hjá fjölskyldunni í húsinu, og hann segir frá því að þetta sé í fyrsta skipti, þeir eru búin að fara ferðalag, Þingvöll og Geysi og Gullfoss og hér allt saman. Þetta var í fyrsta skipti sem þeir fengu rúm til þess að sofa í. Og það hlýtur nú að hafa verið spilað eitthvað þetta kvöld í húsinu. Og kannski gömul íslensk þjóðlög. Því að eitt af þekktari verkum þessar norska tónskáls, Jóhann Svendsen, eru tvö íslensk þjóðlög, og það má segja að eldflestar sinfóníuhljómsveitir í heiminum hafa þetta verk á efnisskrá sinni. Og í upphaflegri gerð sem þarna þetta íslenska þjóðlag, þar sem Jóhann Sigurðsson notaði við leikritið Fjallaeyvin, og sunginn textinn Sofðu unga ástin. Og nú ætla ég að setja þetta lag af stað, en að því ég veit að þið eru þreytt, að þá getið þið bara staðið upp og hvílt ykkur, og við látum bara þetta spila núna í smá hlé,
og þið bara hlustið á það af og til, það spila svona bara 5 sinnum eða 10 sinnum. Gerum smá hlé. Já, það nú kannski mikil óvirðing að kalla bílskúr Fjölni. Því að þó að það sé nú stundum menningar atriði ýmiss konar í bílskúrnum, þá það nú ekkert á við það sem var í Fjölni í gamla daga. Og Indriði Einarsson, hann segir frá því að hann hafi komið 1899 á Eyrarbakka til að vígja nýtt templarahús. Ég hafði verið þar í 2 eða 3 daga til að búa undir það og kvöldið og eftir var mannmargur dansleikur og Eyrbyggjar áttu þá lúðrasvein sem að hélt upp í danslögum allan tíma. Þeir sem að dönsuðu við undirleik lúðrasveitar alveg heilu nóttina. Og hérna sjáum við þessa ágætu lúðrasveit. Og ég segi bara enn og aftur öllum. Við verðum að koma okkur upp lúðrasveit. Og hér sjáum við þessa miklu höfn sem var vígð þarna 1899. Fjölni með svölum og ein elsta minning Guðlaugs Heiðis Pálssonar kaupmanns var einmitt frá aldamótunum 1900. Hann lýsti því oft fyrir okkur þegar að lúðrasveitin lék á svölunum fyrir fólki sem var niðri á götu. Og þetta var stórt og mikið hús, þeir sem að það muna. Þarna voru leikrit og annað. Og hér sjáum við nokkra myndir þegar að Leikfélag Eyrarbakka sýndi Lénar Fógeta sem að var einhver merkilegasta bara sýning sem að var svona út á landsbyggð á þeim árum. Þetta fyrir 1950 og sjálfur Ævar Kvaran, leikari, hann kom hér austur til að setja þetta upp svona eða leiðbeina fólkinu. Og þarna voru nú helstu leikarar Kristján Guðmundsson og Guðmundur Einarsson sé ég og fleiri og fleiri. Besta Helga á Litluháari og Pelli sem var í Vatnagarði. Hvað hét hann? Ámundingus. Og allt var hægt í þessu, sko, að fólki fannst nú kannski ekki mjög stórt og mikið hús, en þetta var hægt. Og í þessu húsi, Fjölni, var stofnaður tónlistarskóli Eyrarbakka árið 1960. Og þeir stóðu af þessu Ási Markús Þórðarsson og séra Magnús Guðjónsson, Óskar Magnússon, skólastjóri og Sigurður Kristjánsson. Og fyrsti skólastjóri var sjálfur Ólafur Vignir Albertsson. Og þarna sjáum við nú marga góða og ágæta borgara hér á Eyrarbakka og reyndar Stokkseyri, því að þeir komu hingað enn og aftur til þess að læra á hljóðfæri, alveg eins og þeir gerðu á 19. öldinni. Og þarna yst í efri röð til hægri sjáum við Bjarnar Þór Jónatansson og ætli sé ekki óhætt að fullyrða það að hann sé nú einn af þessum hópi sem að hefur haldið áfram og náð lengst í tónlistinni. Og þarna var alltaf verið að syngja. Og þarna sjáum við kvartett sem að Snæbjörn Árnason sem var bókari í frystihúsinu. Hann var úr Grindavík, þeir voru þar tónlistamenn. Svavar Árnason, bróðir hans, var organisti í Grindavíkurkirkju. Og þarna eru ágætir Eyrbyggjar, tvöfaldur kvartett karla sem eru að æfa væntanlega fyrir hugsanlega þorrablót eða eitthvað. Og hafa sungið svo þarna seinna kvöldin. En auðvitað náttúrulega alls konar skemmtunum.
að þá sungu náttúrulega allt fólkið í samfélaginu. Og það alveg öruggt að einhvern tíma hefur verið sungið í Fjölni lag og texti sem að við Eyrbergingar þekkjum öll. Og ég held að sé nú alveg svona í byrju setningars rétt að við lyftum okkur aðeins upp og syngjum sjálfa þjóðsönginn okkar og þá viljum Hafþór standa upp og ræður því sem við sjáum þessu. Textin aftast á söngblaðinu. En við höfum tök á því að syngja þetta seinna í kvöld. Og við snúum okkur við á götunni og horfum yfir götuna og sjáum þá garðhús. Og í garðhúsum fæddist og ólst upp og bjó allan sinn aldur Kristinn Jónasson, fæddur 1897 og dó 1973. Hann var nú bara svona venjulegur sjómaður, verkamaður til að byrja með. Hann var mikill hagleiksmaður, lærði skósmíði hér í Hraungerði hjá Guðmundi Ebenezerssyni og lærði á orgel hjá Guðmundi Níelsen. Alltaf koma svona sömu nöfnin aftur og aftur upp sem að eru svona drifkrafturinn í þessu öllu saman. Og svo það þannig að Guðmunda Níelsen, hún að flytja í burtu og það vantar organista í kirkjunum. Og þá fara nú menn að tala utan af því við Kristinn hvort að hann geti ekki tekið að sér að verða organist í kirkjunum. Og hann færðist nú heldur undan því, en þá fundu nú menn gott ráð, hvort að væri þó ekki tilbúin allavegana að fara suður til Reykjavíkur til Sigfúsar Einarssonar, Eyrbergings, sem var þá dómorganisti, og svona láta hann aðeins æfa sig. Jó, hann sagðist nú alveg vera tilbúin til þess, en hann var ekki viss það að sko tækir nú að sér stöðuna. Svo frétta nú menna því hér í torfinu að Kristinn sé að fara þetta til Reykjavíkur og þá var það þannig að hreppurinn rak hér rafstöð, aðeins í rafstöðarhúsinu hér austan við götuna og þá fannst nú mönnum alveg tilhlýðilegt að slá 2 flugur í einu höggi. Hvort hann gæti nú ekki farið líka og kynnt sér rekstur rafstöðarsöðu í Hafnarfirði. Og það var nú að Kristinn, hann fór suður til Reykjavíkur, var hjá Sigfúsi Einarssyni í mánuð og þegar hann var búinn að vera mánuð hjá Sigfúsi Einarssyni, þá fór hann sér í Hafnarfjörð og var það í 3 vikur og lærði að reka rafstöð. Þannig að hann kom svo hérna austur, tók við organistastöðinni haustið 1923 og rafstöðinni næsta vor 1924 og rak hana til 1947 þegar SOX-rafmagn kom. Og seinni árin frá 1937 í 10 ár að þá rak hann hana til eigin reikning. Og þá var hún þannig að hann á rafstöðinni og þá var slökkt klukkan 9 á kvöld. Þannig var hann. Kristinn var mikill hagleiksmaður og við getum bara að fara hér út í kirkju og séð líkanið hans af áraskipinu Farsæll sem að hangir þar í kirkjuskipinu og hann smíðaði líka kirkjuklukkur. Nei, ekki kirkjuklukkur, þetta bara veggklukkur og hérna
og allt gerði hann þetta í kjallaranum á Garðhúsi. Og sem sagt, það lék allt í höndunum á hann. Og eftir að hann sko hætti að reka rafstöðina, þá fór hann á Selfoss og vann þar á rafmagnsverkstæðinu hjá K.A. Var alveg ómenntaður, sko, var ekki rafvirki, en hann var samt alltaf kallaður rafvirki. Þannig að hann var bara svona fær maður. Kristinn, hann hóaði stundum í okkur krakkana hérna á bakkanum og bauð okkur inn í stofu í Garðhúsum. Og ég sé að krakkandi frá Ingólfi, þau eru fann að nikka hér höfðinu og muna eftir því. Það voru svona og svona, þau voru svolítið sérstök, Kristinn og Tóta, frænka mín. Þau svona voru svolítið að siða okkur til og svoleiðis sko. En við létum það nú allt saman hérna lönd og leið og mættum í þennan söng. Svo var ekki nóg með það, Kristinn var líka framsýnn maður. Hann var nefnilega einn af þeim fyrstu sem að fekk sér sjónvarp á Eyrarbakka. Þá var maður stundum að banka hjá honum og spyrja, má ég fá að horfa á sjónvarp? Já, ég man eftir því smá sögum heimann úr Dagsbrún. En Denni bróðir minn, hann var spenntur fyrir einhverju þætti í sjónvarpinu. En var eitthvað feiminn við það að banka upp að hjá Kristni og Tótu, þó að Tóta verið nú náskild okkur. Og svona spurði maður ekki, sko, ef við förum, en þú þá ekki til í að banka og spyrja? Nei, sagði ég. En Denni átti trommusett og hann, og endanum þá segir hann ekki, ef ég gef þér trommusett, þetta ekki til. Nei, sagði ég. En hugsið ykkur, ef ég hefði sagt já, þá ég hérna spilandi á trommunni með hljómsveitinni. En eitt af þeim lögum sem við rifjum alltaf upp úr Garðhúsum, í stofunni í Garðhúsum, það ágæta lag Nú blika við sólarlag. Og nú held ég að verður rétt að við lokum augunum og ímyndum okkur að við séum komum inn í stofuna í Garðhúsum og Hildi Jón var þá kominn með rafmagnsorgel og nú ætlar hann Örlygur að herma eftir rafmagnsorgelinu hans Kristins á klarinetti og við syngjum Nú blika við sólarlag öll saman. Ekki forspil? Jæja, þá komum við að Einarshúsi og ekki litlu nafni sem að þar átti heima tíma sjálfur Sigfús Einarsson.
Sigfús Einarsson var fæddur á Skúmsstöðum og þar átti hann sín frumbernsku ár og gætur alveg gríðarlega mikilli tónlistargáfu og hann segir frá því að það hafi komið vinnumaður til föður síns, Einars Jónssonar borgara, eða borgari, það þýddi það að hann hafði verslunarleyfi og hann keppti við dönsku verslunina og hafði nú ýmist betur eða verð út úr því. En þetta gamla harmoníum, það var svona til þess að lyfta undir Sigfús í þessu öllu saman. Hann segir frá því sjálfur: fyrsti söngur sem ég minnist að ég heyrði var jarðarfarasöngur. Ég var þá barn að aldri, hafði verið veikur, en var orðinn svo hress að móðir mín bar mig í sæng út að glugga til þess að ég gæti heyrt sönginn. Það var gamall maður sem átti heima í koti rétt hjá okkur sem var verið að jarða. Einn af söngmönnunum þeim sem var sungu við jarðarförina bar svo af öðrum að ég gleymi honum aldrei. Og þetta mun hafa verið Jón Hannesson bóndi á Litluhári sem að þótti sjálfsagður allstaðar svona sem forsöngvari og hann hafði mjög fallega og háa tenórrödd. Og síðan segir hann frá því frá þessu harmoníum kríli sem að koma á heimilans og hann segir að það hefði vantað beinaplötu á eina nótuna og við þessa beinalösu nótu miðaði ég þegar ég fikraði hana áfram í söngfræði Jónasar Helgasonar þegar ég náði í svipað leyti. Kennslu var ekki að ræða. Og síðan náttúrulega heldur nú Sigfús áfram og hann fer nú til Reykjavíkur í latínuskólann og þegar hann hefur lokið stúdentsprófi að þá fer hann til Kaupmannahafnar til þess að lesa lög en hann hætti því nú fljótlega og sneri sér alfarið að tónlistinni, kom svo heim aftur og var dómorganisti árið 1913. Hérna sjáum við Íslensk söngvasafn sem komi út í 2 heftum árið 1915 og 1916 sem að Sigfús ásamt öðrum manni tók saman og þetta voru nú alltaf kölluð fjárlögin eins og þið sjáið að þá eru myndirnar framan á söngheftunum með þeim hætti að menn sáu þarna svona mikinn fjárbúskap að þetta fékk sem sagt þetta heiti. Lögin sem í þessum heftum eru hafa fylgt íslensku þjóðinni í áratugi. Þau eru yfirfull af vor og sumar og sveitarómantík og hafa fyrir löngu fest sig í sessi hér á landi hvort sem þau eru íslensk eða ekki. En hugsið ykkur þegar þessi ungi drengur var að ganga hér á Skúmsstaðaflöðunum með tónlistina í höfðinu og draumarnir voru að vaxa, þá datt hann niður á hinn, og ég segja hinn eina sanna tón. Nú skulum við heyra Karinu Dröfn og Örlyg flytja á okkur sjálft Draumalandið eftir Sigfús Einarsson. Til
Eyrargötuna og rekum þar á hús sem byggt var 1916, steinsteypt hús af Andrési Jónssoni kaupmanni á Stokkseyri. Það var svo mikið að vera í þessum tveimur þorpum að kaupmaður á Stokkseyri hann byggði útibú á Eyrarbakka og ekkert smá útibú. Verslun á neðri hæðinni, íbúð á efri hæðinni. Og hér sjáum við mynd frá seinni tíma, aðeins svona eftir göttunni. Og ég trúi nú því að einhvern tíma hafi nú verið sungið í þessu húsi. En eigum við ekki að segja það að það sé nú söngurinn alls ráðandi. Þar nú húsráðandi Valgeir Guðjónsson, fæddur 52. Og það þarf nú varla mikið að segja ykkur ævi hans, stuðmaður og spilverksmaður og flutti hingað á Bakkann til okkar 2014, einhver afkastamesti laga- og textahöfundur Íslands. Fullir það með. Og bara svona, hver þekkir ekki þetta allt saman? Við getum bara sungið þetta í alla nótt og allir þekkja þetta allt saman. Og nú hann komið hér í Bakkastofu ásamt Ástu Kristrúnu, afkomanda Ástu Hallgrímsson sem söng fyrst íslenska kvenna einsöng opinberlega í Dómkirkjunni þegar Jón forseti var jarðaður. Allt tengist þetta í einn hring. Ég fekk nú að velja þetta lag, Víkivaki eftir Valgeir Guðjónsson við texta Jóhannesar Köllum. Og nú þeir komið hér til liðs við Karinu og Örlyg, Jóhannes Bjarnason og Gísli Kristjánsson og ætla að flytja þetta lag fyrir okkur. Sólskin stöður síst á gleði.
Björk að syngja. Þá komum við hér að lóð sem að stendur auð og vantar nú hús heitið á. Það Dagsbrún. Og þarna stóð Lárus hús og við sjáum hér á mynd frá því rétt upp á 1950. Stendur þarna austan við Læknishúsið og vestan við frystihúsið. Dagsbrún. Þetta hús byggði Guðjón Guðjónsson. Guðjón í Dagsbrún. Guðjón í Dagsbrún, hann var fæddur austur í Kolhreppi og Brekkum í Kolhreppi og svona bara til þess að tengja hann aðeins svona að hann var bróðir hennar Gunnu í Mangabæ sem við kölluðum. Guðrúnu Guðjónsdóttur sem var nú hér hvað rúmlega 100 ára gömul og tónum bara í fyrra eða hittifyrra líka. Og Guðjón, hann bjó tíma, var eitt af þessum náttúrutalendum tónlist, bjó tíma í Vestmannaeyjum og það sagt að hann hafi stjórnað þar 30 ára tímabil karlakór verkamanna sem að þar var syngjandi. Þau flytja hingað Guðjón og Jóhanna kona hans í kringu 1940. Guðjón setti nú á stofn steypir þar sem hann steypti einangrunar vikurplötur og holstein og hann byggði Dagsbrún úr svona holstein. Og þau geta með sko Jóhanna og Guðjón, þau sungu í kirkjukórnum og voru á myndinni áðan af kirkjukórnum frá 1943. Voru sem sagt aktív í tónlistarlífinu og Guðjón stjórnaði hér kvennakór Ungmennafélags Eyrarbakka. Og það var nefnilega frægur kór. Hann söng í útvarpið árið 1947. 17. desember. Þá var í útvarpinu kvöldvaka Ungmennafélags Íslands og liður í þeirri dagskrá var kvennakór Ungmennafélags Eyrarbakka syngur undir stjórn Guðjóns Guðjónsson. Og það situr hér einn félagi í kórnum hér í salnum og sagði mér að sjálfur Helgi Hjörvar tók á móti þeim þegar þeir komu í upptöku. Og þessi upptaka hefur fundist í safni í Ríkisútvarpsins og nú skulum við hlusta á, hvað var ég að segja, 60-70 ára gamla upptöku af þessum kvennakór. 68 ára, já. Það var þetta. Þakkaði fyrir þetta. Merkilegt að þetta skuli hafa varðveist, var tekið upp á einhvers konar lakkplötur og 1955 var þetta svo fært yfir á segulbönd og ég man eftir því fyrir 40 árum eða rúmlega það að þá söng þessi ágæti kór síðasta lag fyrir þéttin. Oft Hermanns hring í dimmum skóla. Nú skulum við aðeins skótast norður á Túngötu. Já. Og komum þar að húsinu Túnprýði eða Túngötu 48, já, alveg rétt. Þar þessar mundir, þar býr nú ágætur meistari sem við höfum nú svolítið fengið að kynnast til í kvöld. Það hann sjálfur Örlygur Benediktsson eða Örlygur B, eins og stundum sagt. Hann kemur nú alla leið norðan og Aðaldal
og hingað á Bakka. Og þar hóf hann sitt tónlistarnám, hann Örlygur, í Hafravíkjaskóla og síðan fór hann svo suður til Reykjavíkur í tónlistarskóla þar og lagði þar fyrst og fremst stund á tónsmíðar og klarinettleik eins og við höfum heitt í kvöld og hann að meistari í því. Og síðan fór hann í framhaldsnám þar á austur alla leið til Sankti Pétursborgar þar sem hann nam við Ríkistónlistarháskólann. Áfram var hann að læra tónsmíðar og síðan þegar hann kemur tilbaka að þá hefur hann verið tónlistarkennari. Hann hefur áfram stundað tónsmíðar, hann mikill útsetjari og hann hefur stýrt kórum og hefur reynst okkur haukur í horni þegar á þarf að halda og sjáu þið hvað hann situr. Við sjáum píanóið í húsinu, elsta píanó á Suðurlandi, en þá hægt að spila á það. Og nú ætlum við að heyra útsetningu Örlygs á lagi eftir Ísól Pálsson, stokksering, í Birkilaut við texta Steingríms Thorsteinssonar. Og það eru þau þremenningarnir Jóhannes, Karen og Gísli og Örlygur með þeim sem ætla að flytja okkur þetta lag. Já, ég glemdi þetta nefna að við erum ekki að sko útsendingin í rauninni upprunalega ekki mín, þetta er beint upp á fjármálunum sko. En við höfum aðeins átt við það. Við sem ekki. Hvað? Í Birkilaut hvíldi ég bakkanum á, þar bunaði smálækjarspræna. Mig dreymdaði sólskinið sæti ég þá, hjá smámey við kotbæinn græna. Úr fíflum og sóleyjum festar hún mat, þær fléttur hún yfir mig lagði. Þá barðist mér hjartað í brjóstinu glatt, en bundin var tungan og þagði. Loks hneigir hún andlitið ofan að mér, svo innlæga vörnum ég kvenni. Ófagnarindi hve farsæll ég er, nú fæ ég víst kossinn hjá henni. En rétt þegar nálgaðist munur við munn, að einni var faðmur minn snúinn. Þá flaug hjá mér þröstur, svo þaut við í rund, og þar með var draumurinn búinn. Og þar með
engan átt við þetta. Við höldum austur Túngötuna, komum að Heiðmörk frá 1954 og hittum það fyrir nemanda úr tónlistarskóla Eyrarbakka frá 1960 úr Fjölni, hann Bjarnar Þór Jónatansson. Og þar byrjaði hann sitt tónlistarnám. Hann tók síðan píanókennarapróf í Reykjavík 1975 og stundaði svo framhaldsnám í London og hefur svo verið píanókennari við Nýja tónlistarskólan í Reykjavík. Hann hefur sem sagt verið undirleikari og organisti og kórstjóri og þið kannist kannski við kvartettinn Út í vorið sem að Bjarni hefur æft og leikið undir hjá og er ansi þekktur kvartett. En Bjarni hefur sem sagt verið svona aðeins á hliðarlínunni og ég fann hérna myndband þar sem hann er undirleikari. Næsta hús við Heiðmörk er Blátún. Í Blátúni sem var byggt yfir skólastjórann Guðmund Danielsson bjó hann ásamt fjölskyldu sinni og við sjáum þarna mynd af Guðmundi, hann var nefnilega tónlistarlega sinnaður Guðmundur og við sjáum þarna mynd sem að tekin þegar að haldið voru upp á 100 ára afmæli barnaskólans á Eyrarbakka árið 1952 og þarna er Guðmundur að stjórna barnakór sem hefur verið æfður sérstaklega fyrir þessa hátíð og ég minnist þess að þegar að ég var í barnaskólanum á Eyrarbakka að þá var það alltaf á laugardagsmorgnum að þá var safnast saman við harmoníum í einni stofunni og allur skólinn og Guðmundur spilaði undir og við sungum upp úr fjárlögunum eða réttar að sagt við höfum væntanlega sungið upp úr skólasöngum. Það var væntanlega verið þannig sko. Og stundum svona sagði hann, halló, hver er falskur þarna? Það var ekki alveg sáttur við það. En Guðmundur var komið ýmsa nýjungar inn í skólastarfið og þar á meðal var nú einn að hann kom á árlegum skólaskemmtum. Munið ekki eftir þessu, þetta var í Fjölni. Fyrst var miðjan daginn var fyrir skólan og svo alltaf endurtekið kvöldi fyrir almenning hér í þorpi. Og þetta var alltaf fyrir troðfullu húsi. Og á þessum skemmtunum segir í riti Árelíusar Níelssonar, Saga barnaskólans á Eyrarbakka, þá segir, hafa þessar árskemmtanir oft tekist ágætt að vel. 3 stunda dagskrá með leiksýningum, upplestri, söng, kórlestri, einleika orgel og skrautsýningum hefur verið endurtekið fyrir troðfullu húsi og eftirminnilega framvistaða yngstu barnanna í framsögn, ljóða og einleikur Jóns Sigurmundssonar og Hauks Guðlaugssonar á orgel. Koma þeir aftur, geða vestan á Búðastíg á skólaskemmtun skólan. Sonur Guðmundar
er sá ágæti maður Heimir Guðmundsson. Fæddur í assistentahúsinu hér 1944. Þau bjuggu þar þá, Guðmundur og Sigríður, og fluttu svo þarna í nýja skólastjórabústaðinn seinna. Hann stundaði sitt fyrsta svona formlega nám, Heimir, við tónlistarskóla Árnesinga á Selfossi. Svanhildur systir mín, hún hefur sagt mér frá því að þau hafi orðið að fara hér með einhverju rútu á Selfoss til þess að sækja þennan tónlistarskóla, og svo urðu þau að snapa sér þar með kannski köflunum á Stokkseyri sem var alltaf unni hjá kaupfélaginu, og stundum fóruð með mjólkubíl og svona nokkuð. En þetta hefur orðið góður grunnur hjá Heimi, því hann kom svo bara tilbaka og gerðist kennari á Selfossi, og þegar hann hætti kennslu við tónlistarskóla Árnesinga á síðasta ári, kominn á aldur, þá hafði hann kennt þar í 46 ár. Þá var ekki öðruvísi. Við hér á Eyrarbakka í seinni tíð þekkjum náttúrulega Heimi fyrir það að stýra fjöldasöngnum í húsinu á Jónsmessu hátíðinu okkar. Og þessi mynd er frá 2007. Og sjáu þið, þá eru bara nokkrar manneskjur. Nú erum við bara í tómum vandræðum. Það er svo margt fólki, þetta er orðið svo magnað. Hann er enn af, hann var byrjaður þarna 2007 ábyggilega fyrr að spila undir. Og nú, sem sagt eins og ég segi, er stofan í húsinu orðin allt og lítil fyrir þetta samsöng. Og nú ætlar hann Heimir, hann gat ekki flutt hér píanó úr húsinu, en hann ætlar samt að leika undir í fjöldasöng. Við ætlum að sitja hérna með honum, síðasta lagið í heftinu okkar, og það er Einu sinni á ágústkvöldi, og þetta er eitthvað upptaka frá síðasta Jónsmessukvöldi í húsinu. Það sem að leikur undir Einu sinni á ágústkvöldi, og við skulum bara taka undir með þessu. Einu sinni á ágústkvöldi, austur í Þingvallasveit, gerðist í litlu bragi, hlutir sem enginn veit. Nema ég og nokkrir flestir, og karli græna inn í Bólabás, og álmaströndi Hagundátt og Fanný skjaldbreiða, og reiki fyrir sunna Reykdalás. Og lagi á Innverði, út á tíma skrála röggur, í saman munum geyma þetta ljúfa leyndarmál, landið okkar góða, þú og ég. Jæja, nú ætlum við aðeins hérna austargötuna, og þá komum við hér að Simbakoti. Reyndar er þetta á Tunggata 28, reist árið 1977. Og þar býr ágætur maður sem að situr nú hér. Það er hann Erlingur Bjarnason, eða Elli Bjarna sem að við köllum. Það getur ekki verið að sé fæddur 1972, en þarna hefur mér skotist aðeins í prófarkarlistrinu. Erlingur, hver er þetta fæddur? 54. 54, þið sjáu það skeikkar ekki miklu. Þessi að þú ætlar ekki að upphefja sömu og alla hina snillingana. Ég er fæddur Stokkseyringur. Erlingur minn, ég átti eftir að koma að því. En hann flutti nú eins og margir Stokkseyringa á Eyrarbakka 1970. En Erlingur hefur nú verið starfsmaður Rafmagnsveitna ríkisins frá 1972, og svona tónlistarlega þá segir hann að hann hafi nú verið plötusnúður hjá diskotekinu Bakkabræðrum í 15 ár, Bakkabræðrum, með Jóhannesi bróður sínum sem hér stendur. Og síðan segist hann nú fyrst og fremst stunda gítarglamur í partíum og útilögum, og svo er
hans ágæta fjölskylda að þau hafa komið sér upp smá bandi sem heitir Bjarnabófarnir. Það eru sem sagt afkomi Bjarna Helgasonar. Og þið sjáið, Erlingur þarna aftarlega fyrir miðju og heldur sér svona aðeins eitthvað til kérs. En Erlingur nefnilega líka tónskáld og nú ætlum við að heyra hér lag sem Erlingur gerði þegar Eyrarbakkarhreppur var 100 ára árið 1997 og heitir Bakkalag. Sína stellingu. Ekki veit ég hvort ég tel tónskáld eða þess aftar. Ég fyrir að einstaklega sem út af læginum. Ég að gera þeim þennan greitt hérna félögum mínum. Þetta fyrstum við taugandaráð þegar ég fyrir út af læginu. En ég var að spurða hvernig ég hefði samið þetta lag, hvort ég hefði lag og texta hérna, hvort ég hefði lesið sögu Eyrarbakka. Það alls ekki, ég nenni aldrei að lesa neitt, en ég hef gaman að skoða myndir. Og það má segja það að þetta sé bara samið eftir myndum, ljósmyndum. Nú ekki með ljósmyndina hérna, ég er ekki mjög minnugur á texta. Ég verð að hafa hann einhvers staðar, annars skapar kona mig. Það þurfa að minna mig á. Ég er náttúrulega bara að sýta hérna í horni og er mjög rámur í þessu, en ég ætla að prófa þetta. Við á Eyrarbakka, við höfum ekki fjöll, en erum eins og aðrir sem trú á huldum fólk og tröll. Og við höfum ekki fjöllin, samt við erum dús. Því komir þú á bakkan, sérðu gömul falleg hús. Borðum danski kaupmenn, höndluð í Vesturbúð. Þar var hægt að kaupa timbur, brennivín og snúð. Margir slíkir kaupmenn hafa prangað hér, bakarar og læknar og snikkarar á tré. Komdu á Bakka, lít á sögn, röltum götuna. Sjásum húsin hafa nöfn, hér sérðu söguna. Spekulantar, faktorar, tóku mál með slík. Vöruskipti við bændunar, því lítið var kling. Sparisjóður, prentsmiðja, leikfélag og kór. Líka flottur fimmleikar, ná þótt í fjölinn stór. Komdu á Bakka, lít á sögn, röltum götuna. Sjásum húsin hafa nöfn, hér sérðu söguna. Útgerð var hér mikil, en nú það liðin tíð. Vinnuhælistofna var hér eftir fyrra stríð. Margir voru bændur, ráku lítið bú. En nú komin yfir ósinn stór og mikil brú. Komdu á Bakka, lít á sögn, röltum götuna. Sjásum húsin hafa nöfn, hér sérðu söguna. Komdu á Bakka, lít á sögn, röltum götuna. Sjásum húsin hafa nöfn, hér sérðu söguna. Komdu á Bakka, lít á sögn, röltum götuna. Sjásum húsin hafa nöfn, hér sérðu söguna. Komdu á Bakka, lít á sögn, röltum götuna. Sjásum húsin hafa nöfn, hér sérðu söguna. Það fyrir við hérna
kurteisjón fyrir. Jæja, þá fyrir það svona að síga á seinni hlutan og auðvitað hefðum við sko raunverulega getað stoppað í hverju einasta húsi hér á Eyrarbakka. Hvernig haldið þessi hægt að halda út í kirkjukór, öðruvísi heldur en að það sé syngjandi fólk í öðru hverju húsi? Það bara heila málið. Þannig við hefðum getað gert það og fundið tónlistarfólk þar. Við hefðum getað gert það núna næst, komið við í húsi aðeins austar við Túngötuna og beðið hann Jón að spila á orgelið, harmoníumorgelið sem hann spilaði á í Brennu hjá Kjartani Jóhannesinni í tónlistarháskólanum sem haldið var þar á hverju hausti. Það var í Sigurlínu, hún varðveiti það ágæta harmoníum. Þannig að það hefur verið gott. En við skulum fara ekki að austast í þorpið, sjáum þar nýtt hús, en þó gamalt, byggt 1997, af ágætum trésmið hér á bakkanum og eigum ekki að segja að hann sé yngsti hérna einstaklingurinn sem við fjöllum hér í kvöld. Það bara sjálfur Gísli Ragnar Kristjánsson eða eins og við segjum oftast hérna á bakkanum, Gísli Kris. Og hann auðvitað óst nú hér og það var hann sem var fæddur 72 sko en ekki að líka. Og hann trésmiður á Vend og lærði það á Selfossi í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Hann hefur verið sísyngjandi alla tíð og var í kórnum hjá Jóni Inga. Sjáum þið bara alltaf hýttum. Við getum tengt alla hér sem að fjalla við einhvern annan sem hefur verið fjallað Og Gísli hefur náttúrulega stundað líka tónsmíðar, en ég held að sé nú hægt að segja að eitthvað merkilegasta, hvað maður að segja, svona tónlistarlega viðvik sem að Gísli stundar, það að sjá bakkabandið á hverri Jónsmessuhátíð og draga saman það ágæta fólk sem að þar heldur tveimana og þarna sjáum við mynd frá 2007 og hverjir eru þar komnir? Jú, Erlingur að sjá hljóðið og Gísli og Jóhannes og svo nú hann ágætur hann Óli á harmoníkunum og svo höfum við hérna mynd frá síðasta sumri, síðustu Jónsmessuhátíð þar sem að bakkabandið að frumflytja nýtt lag eftir Gísla Kristjánsson sem að heitir Heim og eins og svo margt annað sem hefur verið hér í kvöld óður til bakkans og nú ætla þau að flytja þetta fyrir okkur tónskáldið sjálft, Karen og Jóhannes og Örlygur. Þangað sem hjartað slær
sjást bátar við sjónarrönd, götur með húsum og görðum, bernskunnar góu draumalönd. Það sem krían og tjaldurinn kallast á kyrrláta jólsmessunótt. Þar allt sem hugurinn óskar sér, nú ætla ég þangað skjótt. Ég ætla heim, 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 ég ætla heim, 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 þangað sem hafið ólgar og grasið grær, þangað sem hjartað slær. Ég ætla heim, 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 ég ætla heim, 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 þangað sem hafið ólgar og grasið grær, þangað sem hjartað slær. Elskulega æskubyggð, loks aftur ég kem inn til þín. Þín hefur sálin saknað, gleðina sól í hjartas þín. Öðru fremur þá vanna ég þín, að finna hér vini á ný. Og sameina nú í söng og gleði sumarnóttin hlýr. Ég ætla heim, 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 ég ætla heim, 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 þangað sem hafið ólgar og grasið grær, þangað sem hjartað slær. Ég ætla heim, 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 ég ætla heim, 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 þangað sem hafið ólgar og grasið grær, þangað sem hjartað slær. Ég ætla heim, 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 ég ætla heim, 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 þangað sem hafið ólgar og grasið grær, þangað sem hjartað slær. Ég ætla heim, 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 ég ætla heim, 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 þangað sem hafið ólgar og grasið grær, þangað sem hjartað slær. Ég ætla heim, 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 ég ætla heim, 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 þar sem hafið ólgar og grasið grær, þangað sem hjartað slær. Jæja, gott fólk og góði gestir. Þá nú eiginlega bara ekkert eftir annað en að þakka. Það eru auðvitað margir sem að koma að því að gera svona dagskrá að veruleika. Maður þarf að hringja út og suður og maður þarf að spyrja myndir og annað þvíumlíkt. Þannig að þetta gerist ekkert svona 1, 2 og 3. En við langar svona að lokum að gera svona eins og frægir hljómsveitarstjórar gera í bæði útlöndum og annar staðar, að þeir taka blóðvendina sína og þeir henda þeim reyndar ekki út í sal. Þeir færa þá alltaf aðal söngkonunni. Þar er það. Segir bara eins og Egill Helgason segir í Kynninni,
En þetta er búinn eitthvað.